Núna mun fara fram rafræn kynning í iðjuþjálfunarfræði. Ég heiti Sólveig og er verkefnastjóri markaðs- og kynningamála hér við Háskólann á Akureyri og með mér í dag er Sigga Lund, eins og ég kalla hana, og hún er nemandi í iðjuþjálfun. Með okkur er einnig Dísa, skrifstofustjóri á heilbrigðisvísindasviði. Kynningin mun fara þannig fram að við byrjum á kynningu Háskólann á Akureyri. Því næst mun Sigga kynna fyrir ykkur iðjuþjálfunarfræði og að því loknu munum við opna fyrir spurningar. Það er svona lítill Q&A-kassi á skjánum ykkar og þið getið einfaldlega bara smellt á hann og skrifað inn spurningar sem við munum svara eftir bestu getu. HA er þriðji stærsti skólinn á landinu eftir HÍ og HR. Við erum með 2400 nemendur og 200 starfsmenn sem okkur finnst alveg fullkomið. Þetta gerir það að verkum að nánd við kennara er mikil og nemendur týnast ekki í fjöldanum. Hér er allt til alls, við erum með lesrými, ókeypis rækt sem hægt er að nálgast alla sólarhringinn, bókasafn, rannsóknarstofur og mötuneyti. Á Akureyri er allt til alls. Við erum með stúdentaíbúðir sem er tiltölulega auðvelt að fá íbúð á. Hér er gott útivistarsvæði en Hlíðarfjall er auðvitað bara í bakgarðinum, æðislega sundlaugar, hægt að skreppa á tónleika eða leikhús og svo er auðvitað frítt í strætó til þess að flakka á milli allra afþreyingana og veitingastaðanna sem er í boði. Allt grunnnám við Háskólann á Akureyri er í sveigjanlegu námi sem þýðir að engu skiptir hvort þú sért staðarnemi eða fjarnemi. Allir fylgja sömu námskránni og námskröfur eru þær sömu. Flestir hefðbundnir fyrirlestrar eru teknir upp og settir á kennsluvef. Allir fjarnemar koma nokkrum sinnum á námstímanum í stuttar kennslulotur til Akureyrar. Þar sem megináhersla er lögð á verkefnavinnu og umræður. Þar gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og annað starfsfólk háskólans og tengjast enn betur háskólasamfélaginu. Próf er hægt að taka hér á Akureyri, í símenntunarstöðum land allt eða í viðurkenndum háskólastofnunum eða sendiráðum erlendis. En iðjuþjálfunarfræði byggir á heilbrigðislíf og félagsvísindum og ég fæ eiginlega alltaf spurninguna hvað er iðjuþjálfunarfræði þegar ég er að segja fólki hvað ég er að læra. Það er alltaf hvað er það eiginlega? Og þegar ég byrjaði í náminu þá var ég bara ekkert alveg viss hvað ég var að fara að læra því að iðjuþjálfar eru því miður ekki nægilega sýnilegir í samfélaginu en við lærum sem sagt mikið bara alhliða heilsu og leggjum áherslu á samspil einstaklingsþátta, umhverfis og iðju. Þannig að við erum að læra líkamann, líkamsstarfsemi, hugræna þætti, vitræna þætti. Svo erum við að horfum við á sem sagt iðju einstaklinga, hvað er það sem við viljum gera í lífinu, hverju þurfum að sinna, hvers er ætlast til á okkur, hvað viljum við gera og svo í hvernig umhverfi búum við. Og þetta er svo stórt og mikið samspil sem hefur allt áhrif á heilsu og lífsgæði okkar. Og ef eitthvað klikkar einhvers staðar þá erum við iðjuþjálfar, hjálpum við fólki að finna lausn á vandamálum og bara lifa lífinu og við spáum líka svolítið í þessu jafnvægi í daglegu lífi sem eins og á mikið við núna á tímum COVID að við séum bara að sinna því sem við viljum sinna, okkar áhugamálum og hlutverkum. Þetta er svona, við iðjuþjálfarar erum mikið að vinna í að efla samfélagsþátttöku fólks og bara ýta undir lífsgæði. Bara mjög víðum skilning. Frábært, ég held að þetta hefur verið mjög góð útskýring á því hvað iðjuþjálfunarfræði er og það ætti allir núna að vera einhvers vísari. Hvernig er svona námið byggt upp, hvernig virkar bara námið hérna í háskólanum? Þetta er náttúrulega sveigjanlegt nám og ég hef bæði verið sem fjarnemi og svo bý ég núna hér á Akureyri og allir fyrirlestrar eru teknir upp. Það er ekki mikið af tímum og ef það eru tímur þá er alltaf boðið upp á Zoom þannig að þú getur í rauninni mætt í tíma og þetta er náttúrulega bara ótrúlega þægilegt að geta sett bara sniðið stundatöfluna sína eftir bara hvernig þín dagskrá er, hvort þú viljið vakna klukkan 8 eða klukkan 10. Þannig að en það er byggt mikið upp á bara því að það séu fyrirlestrar eru teknir upp, svo eru umræðutímar oft inn á milli. Mikil verkefni að vinna og svo mætum við náttúrulega í lotur hingað norður sem er svona oftast 2 önn, stundum einu sinni. Og hvað eru þið að gera í þessum lotum? Þá erum við náttúrulega bara að hittast sem er náttúrulega, finnst mér eiginlega mikilvægasti þátturinn í lotum.
bara að geta tekið þátt í umræðum þótt þú getur gert það í umræðufundum á Zoom að þá allt annað að bara hittast og vera á svæðinu, mikil verkefnavinna og náttúrulega bara að mæta í háskólann og hitta kennarana og líka bara upp á félagslífið. Já. Gott félagslíf hérna? Já, það það. Ég flutti norður til þess að taka þátt í félagslífinu og mæli 100% með því að fólk hefur tök á því að vera hér og mér finnst það sko, ég var ekki í háskólanámi þegar ég bjó fyrir norðan en mér fannst ég ekki byrja í háskóla fyrir en ég flutti norður. Út af því þetta svo miklu meira heldur en bara það að vera í námi. Það komið spurning. Hverjir eru starfsmöguleikar fyrir iðjuþjálfa eftir útskrift? Já, ótalmargir. Iðjuþjálfar að starfa inn á bara, í velferðargeiranum, menntastofnunum, getur verið bara á almennum atvinnumarkaði, þá inn á spítölum, heilsugæslu, skólum, sjúkratryggingum, atvinnumálastofnun, þetta sko á endurhæfingarstöðum, í geðinu, þetta eru ótal valmöguleikar, bara fer eftir hvar þú vilt í rauninni, hvar þú vilt sérhæfa þig. Þannig að það bara að finna pínu þitt áhugasvið og þá standa margar dyr opnar. Og það það sem mér finnst svo heillandi við þetta nám, að ég get verið að vinna inn á spítala og síðan farið og unnið í skóla daginn eftir, liggur við. Það svo ótrúlega mikil fjölbreytni og alltaf samt sama þessi áhersla lögð á að við sem að horfa bara einstaklingin í heild og alla þessa þætti sem hafa áhrif á okkur og bara þetta samspil. Og hvernig maður getur bara svona verið lausnamiðaður og hjálpa fólki bara eftir hverjum og einum einstakling. Þannig að þetta hljómar ótrúlega spennandi. Það komur önnur spurning. Fær maður starfsréttindi sem iðjuþjálfi eftir 3 ár? Nei, þetta iðjuþjálfunarfræði sem þá 3 ára BS-nám. Eftir það að þá getur farið í annað framhaldsnám á heilbrigðis- eða félagsvísindum en svo sem sagt 4. árið sem starfsréttindaár sem þá diplómunám og þá sem sagt færðu starfsréttindi og mátt kalla þig iðjuþjálfa. Þannig að til þess að fá starfsréttindi þá var ég að klára öll 4 árin. Já, þá ertu að klára 4 ár. En þá getur þú farið bara beint út á atvinnumarkað. Já, þá ertu bara komið með starfsréttindi sem iðjuþjálfa og getur unnið á öllum stöðum sem iðjuþjálfar starfa. En svo náttúrulega getur líka farið þá eitthvað ákveðið framhaldsnám, bæði í iðjuvísindum eða þá innan heilbrigðis eða félagsvísinda sem náttúrulega alveg fullt margt í boði. Þannig það eru margir möguleikar í boði. Er klásus eða inntökupróf? Nei, ekkert svoleiðis. Við erum alveg laus við það. Getum þakkað fyrir það. Má taka framhaldsnám í öllu sem HA býður upp á innan heilbrigðissviðs? Já, HA enn sem komið ekki með framhaldsnám í iðjuþjálfun, iðjuvísindi, það sem starfsréttindaárið, en svo eins og bara í heilbrigðisvísindum, en kannski getur Dísa svarað þessu betur, hvað nákvæmlega í boði á framhaldsnámi. En það eru aðrir skólar, bara í öðrum löndum sem bjóða upp á master í iðjuvísindum. Já, það sem í boði núna í framhaldsnáminu í heilbrigðisvísindum, það sem gæti tengst, það náttúrulega endurhæfing og starfsendurhæfing, það svona aðeins ólíkir pólar sem að væri, en það ekki ennþá komið allavega hana, stefnu bara á það, koma framhaldsnám í iðjuþjálfun. Svo komur önnur spurning, hvað það sem hefur mest komið þér á óvart við námið? Fjölbreytileikinn, alveg klárlega, bara og hvað þetta á við á svo mörgum sviðum. Ég man eftir á fyrsta ára þá töluðu kennarinn að þegar maður byrjar í iðjuþjálfun setur maður upp ákveðin svona iðjugleraugu og þetta á svo vel við. Maður fer að horfa á hlutina frá öðru sjónarhorni og bara svona, lítur á svo margt bara með öðrum augum og sem bara akkurat út frá svona velferð og mannréttindum, lífsgæðum og í svona víðum skilning. Frábært. En svona ef við hugsum aðeins háskólasamfélagið, þú sagðir að vera frábært að vera hér á staðnum til þess að taka þátt í félagslífinu og svona, hvernig virkar þetta félagslíf? Nóg að vera? Já, það nóg að vera og náttúrulega mér finnst HA vera svo mikil svona samheldni. Það eru mörg
nemendafélög og hvert nemendafélag að bjóða upp á ýmislegt bara fyrir sitt nemendafélag en svo eru svo margir viðburðir sem eru í rauninni bara allur skólinn. Þannig að maður að kynnast fólki á öðrum sviðum og mér finnst það svo skemmtilegt. En svo akkurat eru hvert aðildafélag þau með viðburði bara mjög fjölbreytta og svo náttúrulega eins og sprellmótið, Stóra Vísó, Ásatíðin, þú veist, og fleiri viðburði sem eru náttúrulega bara þetta stendur upp úr árinu, maður bíður alltaf eftir þessu. En sprellmótið, það örugglega eitthvað sem ekki í öðrum háskólum. Hvað í ósköpunum er það? Þetta stærsti viðburður ársins, ég skal segja ykkur það. Þetta bara í rauninni keppni á milli aðildafélagana, þar sem að við hittumst á Ráðhústorgi og hvert sem sagt aðildafélag með eitthvað ákveðin búningaþema og svo bara alls konar leikir og sprell í gangi allan daginn, bara keppt í hinn á þessum viðburðum. Og svo krýndur einhver sigurvegari í lokin. Jú, við lendum í öðru sæti síðast. Sko, þið kannski séu það næsta ári. Ég hef bara tröll að trúa því. Þannig að liðin eru kannski byrjuð að undirbúa strax búninga fyrir næsta ári. Já, maður byrja bara strax leið og sprellmótið búið og þá fyrir maður að brainstorma hvað maður ætlar að gera betur næsta ári, sko. Nákvæmlega. Það komur önnur spurning. Hægt að taka 50% nám í iðjuþjálfun? Þetta sko, það ekki hægt að taka alveg bara 50%. Ég held að það sé aftur betra að Dísa svari þessu. Sko í þessu að þú hefur 6 ár til þess að ljúka öllu náminu. Það eru svona ákveðið skilyrði sko að í rauninni til að ljúka hverju ári þá hefur 2 ár. En þú þarft að klára til dæmis öll námskeið á fyrsta ári áður en þú fer upp á annað ár og svo sama og svo við til að komast upp á 3. Þannig það þarf að halda sig innan þessi ramma. En það líka hægt að setja bara upp, sko, ef fólk þarf að hægja á sér að þá bara í samráði við deildarformann að setja þá bara upp námsáætlun og til þess að segja þetta ná þessu svona á réttu róli. Og ég veit alveg þó nokkru sem hafa gert það og það alveg akkurat eitt af svona sérkennum háa hvað hann persónulegur og auðvelt að ná tali við kennara og deildarformenn. Þannig að ef að það eitthvað sem að, já, fólk vill hægja á sér að þá ekkert mál að hafa samband bara við deildarformann og hann sest bara niður með manni og hjálpa manni bara að skipuleggja okkur hvernig ætlum við að gera þetta. Þannig að markmiðið svona allir ljúki náminu sinni? Já, og bara, já. Það önnur spurning. Hvernig námsmatið? Eru stór próf og færri verkefni eða hvernig það? Það mikið af verkefnum. Sumir áfangar eru bara símats áfangar, aðrir eru líka með prófum. Ég held að stærsta prófi sem ég hef farið í 70% lokapróf. Það ekki oft og mér finnst sko vinnuálagið gegnum önnina oft bara vera frekar jafnt sem að mér finnst mjög gott. Þannig að það sko mikið af verkefnum yfir önnina en þar á móti ekki að fara í alveg risastór 100% lokapróf og það náttúrulega bara heldur manni meira við efnið. Já. Og já. Þannig að skiladagar eru ekki endilega bara allir þennan dag að dreifa svona, þannig að virðist vera gott samtal innan deildar. Já, virkilega gott samtal á milli kennara og bara, já, kennararnir í iðjuþjálfuninni eru alveg frábærir. Það önnur spurning. Myndi ganga að vera í vinnu með náminu? Sko, þetta náttúrulega bara mjög persónubundið. Ég myndi persónulega ekki mæla að vera í mikilli vinnu. Ég sjálf í 20% vinnu og mér finnst það bara alveg nóg. Ég myndi ekki vilja vera undir meira álagi. En þetta náttúrulega líka bara upp á líka hvort þú vilja njóta þín í náminu og ef þú ætlar að taka þátt í félagslífinu þá náttúrulega tekur það líka ákveðin tíma. Og bara, já, auðvitað náttúrulega þetta bara svona persónubundið en ég myndi aldrei mæla með eitthvað mikilli vinnu. Nei. Hvað finnst þér iðjuþjálfunarfræði hafa yfir aðra námsleiðir innan heilbrigðisvísindasviðs? Ég myndi segja tengslin inn á eins og félagsvísindin og bara fjölbreytileikinn sem að, já, við þetta svo blandað. Við erum að læra svo rosalega svona vítt. Við erum að fara inn á bara ýmsa þætti á heilbrigðisvísindum og erum meira með svona kannski já, bara eins og ég segi, þessi heildstæða sýn á heilsu. Þannig að ég held að,
já, ég myndi segja það sko. Frábært. Þannig að þú hvetur það sem er að velta háskólanámi fyrir sér að endilega alvarlega íhuga iðjuþjálfunarfræði. Bara 100%, ég mæli svo mikið með því. Og þú munt taka vel á móti nýnumum í ágúst. Já, ekki satt? heldur betur. Þá fer þetta að líða undir lok hjá okkur ef að ekki kom inn fleiri spurningar. Dísa, heldurðu nokkuð að við séum að gleyma einhverju mikilvægu atriði? Nei, ég held að Sigga hafa alveg tekið þetta. Það er alveg vön að koma fram sem fulltrúi deildarinnar og það sé bara mjög gott. Frábært. Bara frábært. Og bara eins og aftur þá bara hvet ég fólk til að hafa samband ef þeir eru einhverjar spurningar. Svo bara sækjum. Nákvæmlega. Og umsóknarfresturinn er til 15. júní og það eru allar upplýsingar aðgengilegar á unag.is. Takk fyrir okkur.